Herðu, við ætlum að ræða aðeins Evrópusambandið eins og við eigum að gera þangað til að þjóðin kýs hvort hún vilji halda áfram eða hefja eða hvernig svo sem orðalagi verður á viðræður við aðild að Evrópusambandinu. Líklega verður kosið það í haust, kannski í text miðflokknum og félögum að tefja það í þinginu þannig að þessi þingsályktun verði ekki samþykkt, hver veit. En til að ræða Evrópusambandið og kannski sjávarútveginn í Evrópusambandið sem okkur sagt að verði erfiðast í hjallinn ef að Ísland ætlar að fara inn að stíga yfir, hingað kominn Úlfar Hauksson sem er stjórnmálafræðingur en líka sjómaður og velfræðingur og velstjóri á, hvað er það, togari í Yllivík. Mikið rétt, hann heitir Yllivík og gerir út frá Hvagatorg í Grænlandi. Já. Og við erum að veiða hérna á Grænlandssundinu og hérna landa þorski í vinnslunni hjá Brim í Reykjavík. Er þetta ekki þá eitthvað sem að Guðmundur í Brim á? Hann náttúrulega vegir hérna stóra hluta að kvóta Grænlendinga. Jú, hann á nú eitthvað í þessu, ég er nú ekki alveg með eignarhaldi á hreinu en allavega er hann með einhver tengsl þarna og auðvitað og hérna. En þú ert að veiða á Grænlandsmiðum og landar á Íslandi. Já, en það má segja að þetta sé svona, úr því við erum að tala Evrópusambandið, þetta tengist í náttúrulega ekki alveg beint sko, en þetta er svona einhvers konar kvótahopp náttúrulega. Já. Eins og var kannski hérna enskir sjómenn komu hingað og lönduðu í Grímsby og Hól. Þú ert svolítið í þeirri stöðu að vera. Já, það er nú sem sagt, jú, en þetta hugtak kvótahopp kemur náttúrulega upp í Evrópusambandsumræðinu og sjávarútvegsumræðinu sem við getum kannski komið á betur ef við fyrir að ræða það. Já, það var nú megin. Það er nú áhugavert sko. Það var svona megin hugmyndin að við myndum reyna að draga upp svona einhverja mynd af því. Já. Hvernig hérna íslensku sjávarútvegur gæti passað inn í ESB? Já, sko ég gerði nú rannsókn á þessu máli fyrir rúmu 20 ára síðan. Já. Þegar ég var einmitt í námi í stjórnmálafræði þá hafði við mikinn áhuga á Evrópumálum og ákvað að skrifa BR-ritgerð sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins og ekki nóg með það heldur tók ég aðildarsamning Noregs og krauf hann alveg til mergjars og setti svo Ísland inn í þessa formúlu og svona var að finna út hver staða Íslands gæti hugsanlega verið. Já. Og upp úr þessu kemur síðan bók sem ég gaf út árið 2001 og heitir Gert út frá Brussel sem er í rauninni það sem ég er búin að fara í gegnum alla stefnuna frá upphafi til enda, hvernig hún kom til þessi sjávarútvegsstefna, hvernig hún þróast þegar að ríki fara út í 200 mílur og síðan náttúrulega þegar Noregur sækir hvaða markmið þeir settu sér og hver niðurstaðan var. Heldurðu að stóru leyti sé þetta svona í dag? Það hefur ekki verið? Það hefur lítið breyst. Það náttúrulega eru búin að vera breytingar á stefnunni, svona tæknilegar útfærslur en í grunninn er það sama sko. Þannig í rauninni stenst þessi rannsókn alveg tímans tönn hvað það var þar. Eitt sem er kannski svona pólitískt en þú náttúrulega stjórnmálafræðingur er það að það skiptir máli að Bretlandi farið út. Sérstaklega hvað Íslandi þar sem að Bretlandir eiginlega höfðu langmestu svona sögun að hafa sótt hingað og kannski eina landi í Evrópu sem hefur kannski einhverja sterkar skoðanir á fisk á Íslandsmiðum. Heldur það skiptir máli? Í rauninni ekki. Nema hvaða, þetta er alveg rétt að Bretar voru þeir einu sem hefðu kannski hugsanlega geta sett fram einhverja kröfur í skjóli sögulegra veiðireynslu en það var nú hins vegar viðurkennt í öllum svona alvöru samræðum að slík krafa myndi ekki standast tímans tönn sko og þannig að það var raun úreltur veiðiréttur bara í ljósi þess hvernig Evrópusambandið sjálft hefur tekið á þessum málum eftir að Spánverjar gengin og þar fram til göttunum. Þannig að fordæmin voru til staðar á þannig veg að Bretar gátu ekki krafist veiðiréttar á Íslandsmiðum í þessu ljósi sko. En vel má vera að hagsmunasamtök í Bretlandi hefðu farið fram með einhverja kröfur, það gerist alltaf sko. Og kannski að Bretarnir hafi verið svona líklegir til að standa gegn því að Íslendingar fengju einhverja undanþágur sem að málið skiptir. Já, en samt held ég sko í rauninni eru við Íslendingar ofta eðlilega kannski, eru við svolítið að ofmeta sjávarútveg í þessari díalóg sko. Það hvergi sjávarútvegsmál ekkert stór mál í Evrópu
og það myndi enginn í Evrópu láta ásetningasteginum sjávarútvegsmál sko láta samninga vera að hverfast algjörlega það, í rauninni ekki. Auðvitað því tekist á málið, en menn myndi finna lausnir frekar en að láta hlutina stranda á sjávarútvegsmálum. En sjávarútvegur skiptir máli í Noregi, en ekki eins miklu á Íslandi. En þú barst saman samningin sem að Norðmenn höfnuðu. Já. Hver var staða hverju náðu Norðmenn fram? Já, sko það auðvitað sjálfsög áhugavert, en ég ætla bara að ítreka það strax í byrjun að það munurinn á Íslandi og Noregi sá að til dæmis Norðmenn fóru ekki fram á neinar undanþágur. Í rauninni ekki. Og þegar menn fara að ræða þessi mál að það sé engin fordæmi fyrir einhverjum sérlausnum í sjávarútvegi og þarfandi göttum, vissulega eru fordæmi fyrir slíku reyndar, en það hefur engin þjóð, bara engin, sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmiði að ná einhverjum sérsamningum, einhverjum sérsniðnum lausnum í sjávarútvegi, bara engin. En þá getum við tekið dæmi undanþágur eða sér ákvæði í einhverjum öðrum málum sem eru svona einhver leyti jaft veiga mikil þeim ríkjum og sjávarútvegur í Íslandi. Já, það eru ótal dæmi það og annars að maður kannski fara að tala við helst fókusara mest á sjávarútvegsmálin, en það sama að það þessi umræða sem alltaf í gangi núna til dæmis að það sé ekkert í boði og ekkert að semja, það að sjálfsögðu kolrangt og það nú mörg dæmi og að menn vita það nú alveg að auðvitað þegar maður setja sér samningaborði þá náttúrulega viðkvæði auðvitað aðilans, gagnaðilans auðvitað sá að vera ekki að veita hennar undanþágur, svo fara náttúrulega viðræður í gang og ekki nóg með það heldur fara að finna pólitískar lausnir líka, þannig að og það alveg vitað í Evrópu að sjávarútvegur mikið hagsmunamál Íslendinga. Það alveg vitað. Það alveg vitað að Íslendingar munu fara fram með einhverja kröfur, sérkröfur í sjávarútvegi, það vitað. Þannig að auðvitað munum við setjast niður og finna einhverja lausn á því máli. En Noregur, Norðmenn settu kröfur og samkvæmt bara norskum stjórnvöldum og þetta kemur náttúrulega fram í bókinni að þá náðu þeir fram öllum sínum kröfum, en þeir fóru ekki fram á neinar undanþágur. Þeir fóru fram á ákveðna sérlausnir norðan við 62 gráðu vegna þess að náttúrulega sunnan við 62 gráðu eru Norðmenn hverju einasta ári að semja við Evrópusambandið sjávarútvegsmál og þeir fóru fram á sölu samtöki norsku myndi starfa áfram með óbreyttri mynd. Þeir fóru fram á markaðsaðgang strax í byrjun og þetta gekk allt eftir og Norðmenn það geta með svo bara deilt það hversu góður samningurinn var en markmiðið náðust og þeir settu eins og sé ítrykka það. Þetta voru varara breytingar, stundum andstæðingar Evrópusambandsins segja já þú getur fengið eitthvað svona undanþágur en það bara að stefna Evrópusambandsins taki gildi eftir 10 ár eða 20 ár og endanum mun hún ráða. Já en hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins? Hún náttúrulega svæðisbundin líka hún snýst náttúrulega fyrst og fremst það að þú ert með þennan sameiginlega, það tekin sameiginlega ákvörðun kvóta hvað má veiða mikið, svo náttúrulega þeim veiðiheimildum deilt niður á lönd eftir veiðireynslu og síðan geta löndin úthlutað veiðiheimildunum eftir sínu höfði. Það til dæmis getur mikið misskilnings í þessari umræðu bara sem dæmi þegar sumir tala að Evrópusambandið ætti að taka upp íslenska kvótakerfið. Þetta bara, þetta menn að tala ólíka hluti því að það eitt að ákveða hámarksafla og annað að úthluta veiðiheimildum. Evrópusambandsþjóðirnar þær geta alveg úthlutað veiðiheimildunum eftir íslensku kvótakerfi. Ef þeir vilja taka upp íslensk kvótakerfi þá bara taka þær upp framsal, úthluta veiðiheimildunum sínum eftir því kerfi. En byrju okkur eftir að gera það? Nei, ég segi okkur eftir að gera það, það einmitt spurningin, okkur eftir að gera það. Ég meina ef þeir vilja þá geta þeir gert það. En það sem sagt úthlutunin innan ríkjanna eitt og ákvörðun heildarafli til annað. Mun Evrópusambandið ekki skipta sér af því hvernig Íslendingar úthluta sína veiðiheimildum? Nei. Ef við myndum gangi í Evrópusambandið þá myndum við geta haldið óbreyttu kvótakerfi. Þeir munu gera kröfur það að sér íslensk lög að útlendingar megi ekki fjárfesta í breym eða í Samherja að þau gangi ekki eftir. Já. Og evrópskir auðhringar geta keypt upp þessi fyrirtæki? Já, það náttúrulega
eitt grundvallaratriði í Evrópusambandinu frjálst flæði fjárfestingarfrelsi og það gildir náttúrulega báða lönd. Þannig að það alveg hárrétt að ef ekkert samið neitt sérstakt að þá náttúrulega yrði opnað fyrir erlendar fjárfestingar í sjávarútvegi. Menn geta síðan haft skoðun á því hvort að það sé gott eða slæmt, hvort það skipti einhverju máli, hvort að einhver sem búi í Berlín eða einhvers staðar eigi stóran hluti í sjávarútvegsfyrirtæki eða ekki, hvort það sé slæmt að fá erlend fjármagn inn í íslenskan sjávarútveg, menn geta alveg haft skoðanir á því. Það getur verið þannig að segjum að séu fyrirtæki í Grímsby sem að kaupir Brim og takið það ákvörðun að fara með alla fisk til Grímsby. Það er ekki dólega gott dæmi að tala Grímsby, það er svona að fá fyrirtæki eftir í Grímsby sem hefur nú bólmagn til þess, en þetta dæmi, ég skil dæmi, þetta þessi Hann eins og Guðmundur í Brim, hann ákveður að landa öllum kvótanum frá Grænlandi í Reykjavík. Já, ég ætla að fara aðeins yfir þetta. Í fyrsta lagi, ef Ísland gengi Evrópusambandið og það ekki gengi frá einhverjum sér skilmálum varðandi fjárfestingar og það náttúrulega alveg pottþétt mál að Íslendingar muni fara fram á það, en bara gefum okkur að það verði ekki. Það verði bara frjáls fjárfesting og hver sem geti keypt í sjávarútvegi sem á markaði nota bene, að þá það alveg borðleggjandi að erlendur aðili sem kaupir íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki, segjum bara að kaupi sig inn í öflugt íslenskt sjávarútvegsfyrirtæki, við búum bara til dæmi að þeir myndu eignast meirihluta í Brim sem náttúrulega með vinnslu niður á Granda, þeir að vísu gera út frystitógara líka, en það ekkert sem að í mínum huga sem betur til þess að þessi aðili myndi allt í hætta að vinna fisk í vinnslum Brims og búa þar til rándýrt hráefni sem að fluttir á dýra markaði í Evrópu og malar gull fyrir fyrirtækið. Það myndi að sjálfsögðu ekkert breytast. Og Íslendingar eru nú þegar að nýta sér ferskfiskmarkaði í Grímsby, þar sem þetta fyrirtæki sem þú nefndir myndi að hæra staðsett og það eru útgerðar fyrirtæki á Íslandi sem að flytja út ferskan fisk og það náttúrulega bara hefur alltaf verið frá því að útlendingar kenndu Íslendingum að veiða fisk að þá hefur við nýtt erlenda markaði fyrir ferskan fisk en eins og staðan í dag að þá langmesti virðisauki í því að vinna fiskin í vinnslum hér á landi og flytja á velborgandi markaði, sérstaklega í Frakkland og Belgíu. En fiskauðlindin í kringu landið, þetta svona öryggismál fyrir Ísland. Og þegar kemur að öryggismálum, ég tala við Gauta B. Eggertsson sem býr í Bandaríkjunum, vorum við meðal annars að tala öryggismál sambandi við varnarsamninginn og hann haldi með við þróunina sem í Bandaríkjunum, að þá metur hluti að það kannski ekki nema 1% líkur að eitthvað gerist, en það svo slæmt að þú verður að taka tillit til þess. Og segjum að sé bara 1% líkur á því að það eru einhverjir kallar sem ólust upp í Grímsby sem að vilja endurreisa Grímsby til fyrri frægðar, alveg svo ríkir kallar kaupa blöð og breyta þeim og maður segir það meikar eitthvað sens að fara að breyta þessu blaði, það grefur bara undan því að breyta ritstjórnarstefnunni. En þeir alltaf bara samt að gera það, þeir hafa nóga peningum, þetta ekki nema bara brota þeirra auð og þeir ákvaða að kaupa Brim og landa öllu í Grímsby. Það myndi vera svo mikið áfall fyrir Ísland og sérstaklega höfuðborgarsvæðið að við verðum að girða fyrir það að það geti nokkuð tíma gerst í samningu við Evrópusambandið. Myndi Evrópusambandið sætta sig við það? Já, þetta bara mjög skiljanleg spurning og akkurat það sem að við þurfum að velta fyrir okkur þegar við förum í aldarsamninga og sjálfsögðu eins og við komum fram inn á hérna á að þá mun Ísland færi í samningaviðræður með það markmiði að ná sér útgáfum en fái einhver ákvæði einhverja sérlausnir í sjávarútvegsmálum sem myndu einmitt tryggja þetta og þetta þá sett í aðildarsamning og aðildarsamningur sem sagt verður þá hluti af grundvallarlögum sambandsins þannig að honum verður ekki breytt nema með okkar samþykki og það alveg klárt út af þessu eins og þú segir hárrétt að þetta ákveðið öryggismál og það alveg skilningur á því í Evrópu. Það alveg skilningur á því að sjávarútvegsmál séu okkur mikilvæg og það eins og ég kom inn á áðan að við erum fyrsta þjóðin sem myndi sækjum aðild með þetta að markmiði og þannig það liggur alveg fyrir sko. Önnur lausn væri það að útlendingar mega að kaupa í Brim og Samherja og öðrum fyrirtækjum en Íslendingar ákveða að setja lög það að tiltekin hluti af aflanum verði alltaf landar á Íslandi
Myndi Evrópusambandið sætta sig við það? Það eru alveg heimild í sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins nú þegar efnahagsleg tengsl útgerða sem að felst þá í að það sé hluti af aflanum sé landað í heimahöfn eða hluti áhafnar sé frá viðkomandi landi og fram til göttunum. Þannig að við getum sér slík lög? Alveg klálega, og meiri sé annars að fá undanþágu. En það sem ég ætla nú líka að koma inn á er það að sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins, hún snýst náttúrulega það og allt frá byrjun, að þegar náttúrulega stefnan sett á fót, að þá eru náttúrulega fiskveiðilögsögur ríkja 12 mílur. Á þessum tíma á 8. áratugum eru reyndar ríkja að færa út fiskveiðilögsögurnar sínar í 200 mílur og vissulega eru Bretar búin að sækja aðild og Danir og Normenn eru að koma inn. En stefnan náttúrulega snýst fiskveiðistjórnin í Norðursjó sem náttúrulega allt öðruvísi heldur en hérna hjá okkur. Og íslensk fiskveiðilögsa til dæmis hún á hvergi lögsögumörk að lögsögu Evrópusambandsins. Við erum með miðlínu við Grænland og Færeyjar og annað ekki, við erum ekki með miðlínu að neitt í lögsögu Evrópusambandsins, þannig að rökin fyrir því að við fáum einhvers konar sérlausnir í okkar fiskveiðistjórnun eru borðleggjandi í rauninni, algjörlega, þau eru bara borðleggjandi út af þessu. Við erum með, með sem bara ekki ennum EES-samningin, eru við samofin orkustefnu Evrópusambandsins. Þó svo að sömur rök mættu vera að við tengjumst ekki í orkuneti Evrópu á nokkurn hátt. Nei. Það er þessi hugmyndum raf snúru til Evrópu er bara órænef. Já, hún verður aldrei að veruleika náttúrulega. Líklega ekki. En ég meina, já. En það er líka bara út af það verður alltaf ódýrar í sólarorka og vindorka og eitthvað leira, þannig að það verður svona þau gæði sem eru í íslenskri orku eru ólíklegri til þess að standa undir verðinu sem að kostar að leggja strengin. En hvað ertu að meina? En ég er að meina að við erum í Evrópusambandi, þá erum við tengd orkustefnu Evrópusambandsins, þótt við séum ekki svona þar inni, þó svo að það sé engin tengsl á milli orku kerfis Íslands og Evrópu. Ertu þá að meina að við myndum tengjast sjávarútvegsstefnu Evrópusambandsins líka þrátt fyrir að vera engin tengsl? Ég er að segja að hverju gildir það ekki sama orkustefnuna, ef þú ert að segja við erum svo langt í burtu og tengjast það ekki að við getum haft bara okkar eigin reglur, en það á ekki við orkuna. Nei, ég ætla nú ekki að úttala með það á hverju þá var ekki gerði eitthvað samkomulag að það er eins með orkustefnuna sko. Ég bara vera að viðkenna það, ég þekki það ekki nóg nema hvaða orkustefna er náttúrulega sameiginleg í Evrópu, við náttúrulega erum eins og þú segir í EES og það hafa sjóst verið ákveðin rökup. Ég held að menn hafi kannski bara talið að það væri okkur til að hagsbót að tengja þessari stefnu og þar myndi gott honum. En það breytir því ekki að ef við færum í aðildarviðræður að þá myndi náttúrulega sjávarútvegsmálin vera aðalmálið út frá okkar sjónarmiði og við myndum að sjálfsögðu eins og bara ítrekka hefur komið fram, við myndum aldrei fara fram í aðildarviðræður öðru sem að fá einhverja sérlausnir í sviði sjávarútvegs. Og það sem ég er að segja að rökin eru sterk, það er skilningur á því í Evrópu, það er alveg klárt. Við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu og við erum með yfirgnæfandi okkar nytjastofnar eru staðbundnir að mestu leyti þó að við séum vissulega að semja við aðra þjóður og meðalans Evrópusambandið makríl og kolmunna og þessa deilistofna. Sem við gerum hvað sem er. Já, sem við gerum hvað sem er og við erum meira að segja kannski rétt að læra hvernig menn beita sér í slíkum samningaviðræðum því við höfum svo sem ekkert haft neitt mikla reynslu í því, ólíkt því sem að gerist í Evrópu, þar sem að þjóðir þurfa alltaf að vera að semja sín á milli. Stofna. Áttu við að við hefum kannski getað náð betri árangri í þessu samningum? Já, ég held að á sínu tíma þegar okkur stóð til boða að semja við Evrópusambandið við makríl að það hefði átt að gera það, það hefði komið betur út og okkur hefði tekist að búa til meiri verðmæti úr þeim afla sem við hefum fengið í þeim samningaviðræðum heldur en í dag. Í staðinn fyrir að reyna að veiða sem allra mest makríl meðan það var hóraður og einhverju hluta vegna þá heldum menn að makríl væri komið til með að gangin í íslenska fiskveiðilögsögu í stórum stíl á hver einasta ári en það er nú misskilningur. En já, og svo náttúrulega það er þetta punkt að koma við á mörgum stöðum í þessari sjávarútvegsstefnu og hvernig við myndum koma út úr þeirri stefnu. Íslendingum hefur nú bara gengið ágætlega í að gera út yfir höfuð og það líka segir sér sjálft að þetta er okkar lifibrauð og meðal annars þá er nú Íslendinga tiltölulega stórtækir í útgerð í Evrópu
og nýta sér þá leið að geta gert út í Evrópu og Íslendingar gera á annan tug togara í Evrópusambandinu. Það er hvorki meira en minna. Í ýmsum löndum, í Frakklandi, í Þýskalandi og hingað á hangað Spáni og þessi skip veiða úr náttúrulega sjálfsögur evrópskum kvóta hingað á hangað, þetta er úthafsskip megninu til. Þeir veiða meðal annars Evrópusambandskvóta í Grænlandslögsögu og hluti af þeim aflaði landaði vinnslur á Íslandi og ég sé ekki fyrir mér að við Íslendingar myndum vera undir í sjávarútvegi í Evrópu. Ég held að með aðild myndum nú einmitt þvert á móti skapast tækifæri, meðal annars tækifæri til að gera meiri verðmæti úr þeim afla sem unnin er á landinu. Býtu, hvað er það sem að í núverandi kerfi stendur í vegi fyrir því að menn geti unnið að því að fá meira verðmæti á Evrópumarkaði? Það eru náttúrulega tollar, það eru ennþá tollar á sjávarafurðum í Evrópu því að við erum ekki inn í tollabandalaginu, fyrst og fremst eru það tollar og til dæmis þá eru Bretar með betri samning við, Evrópusambandi segir með betri samning, tollasamning við Bretland heldur en við erum með við Breta. Þannig ef við myndum gangi inn í Evrópusambandið að fullu og losna við tollmúra, eða hvað orðið sem við kannski, tolla af sjávarafurðum, unnum sjávarafurðum, þá myndi þetta gull sem við erum að framleiða í vinnslunum okkar sem eru þorsknakkastykki og fara náttúrulega langmest á Evrópumarkað og mest á Frakkland og Belgíu, að það myndi væntanlega aukast markaðshlutdeild okkar á þeim markaði þegar tollar myndi lækka og þar af leiðandi myndi verðmæti aukast og aðgangur að Bretlandsmarkaði myndi líka aðgengilegri. En íslenskir útgerðarmenn þeir flytja töluvert af fiski ferskum á Evrópumarkað. Margir halda það að sé svona gæðafiskur sem að fari á veitingahús og svona, en að langstærstu hluti fer þetta til vinnslu innan Evrópusambandsins. Heldur að myndi verða minna þetta ef að tollanir eru felldir niður? Já. Þannig að veri meiri fiskvinnsla á Íslandi. Þetta er nú punktur sem ég hef kannski ekki velt fyrir mér mikið, en þetta er alveg ágætis punktur og það má alveg leiða líkum að því þegar það verður þá tækifæri til að vinna meira, en eins og ég sagði þarna áðan að útflutningur á óunnum fiski, hann hefur náttúrulega alltaf viðgengist og menn getur svo sem haft ótal skoðanir á því en auðvitað væri best að gera sem mestan virðisauka af aflanum hér á landi. Og menn eru náttúrulega að gera það, ég meina það er náttúrulega gríðalegt magn fyrir gegnum þessar vinnslur sem eru fyrir norðan og hérna fyrir sunnan og á nokkrum stöðum, það eru ekkert mjög margar en það eru mjög stórar og afkastamiklar og það er búa til náttúrulega gríðaleg verðmæti sem eins og sé fara akkurat í þessum nefndir á dýramarkaði í veitingahús og í stórmarkaði sem dýr afurð. Hvort að það myndi breytast mikið, það er allavega, það myndi ekki fara í hina áttina, held ég sjálfur hreinu, en ég held að hvernig sem þessi mál fara þá verður við náttúrulega, þetta kallast verslunarfrelsi, viðskiptafrelsi, menn flýti alltaf óunninn fisk út en eins og þú segir sjálfur að þá er það nú gert núna, þannig að það þarf nú ekki Evrópusamband til þess að auka það held ég. Þetta er alltaf svona álitamál uppbyggingu atvinnugreinarinnar. Þetta var á sínum tíma þegar vinnslan fluttist eitthvað leyti út á sjó og það dró mjög úr vinnslu í landi, hvað er svona þjóðhagslega hagkvæmt. Sumt af útflutningum til Evrópu á óunnu fiski er kannski svona bara venjulegur útflutningur, annað er bara það sem að verða að flytja eiginlega til vinnslu klárlega þegar vegna þess að vinnuaflið er ódýrara heldur en á Dalvík eða í Reykjavík. Já, en þú ert náttúrulega aldrei að búa til sömu afurð úr þessum fiski eins og þeim sem þú ert að vinna fjögra daga gamlan í vinnslunum hérna heima. Þannig að þú ert ekki með eins gott hráefni, þannig að þú ert ekki að setja þann fisk á sömu markaði. Já, en svo myndi það þróast að einhverju leyti að þú ert að vísa í fiskvinnsla sem er tekin eiginlega bara besti bitinn úr besta fiskinum. En við viljum kannski horfa á fjölbreytilegri vinnslu sjávarafurða. Já, við erum ekkert komin á neina endastöð í þessu frekar en öðru, Við til dæmis Íslendingar, við héldum nú bandarískum föngum lifandi, í áratugið þegar Coldwater var að kaupa fisk, blokkfristan fisk frá Íslandi. Þetta fór allt í mötuneyt í Bandaríkjónum, var siglt út með Hofsjökli og fór allt í opinber mötuneyt og í fangels í Bandaríkjónum. Skólamötuneyt kannski líka? Kannski skólamötuneyt þeimitt og í svona bara ódýrt fæði. Þetta var íslensku fiskur, þetta hefur snarbreyst núna eðlilega, þannig að ég held að þróun á þessu, hún heldur áfram en ég held hún verið nú samt þá, svo framalega sem að kaupmáttur í Evrópu helst og þá verður aukning í eftirspurn eftir fiski, ferskum fiski, villtum ferskum fiski og ég held að við Íslendingar erum líka þannig
að við sko, ég veit ekki hvernig maður eiginlega orða þetta en sko það er þannig að sá fiskur sem við veiðum og fer á Evrópumarkaða að hann í rauninni skiptir engu máli, skilur, þó að það myndi ekki koma eitt einasti sporður frá Íslandi til á Evrópumarkað, það myndi í rauninni ekkert gerast. Það yrði það myndi einhverju dílerar, einhverju sölumenn og höndlarar í Evrópu missa vinnuna sinni eitthvað tímabundið, en það myndi ekkert gerast. Það er engar fyrirsagnir í blöðum í Frakklandi að það kemur ekki fiskur frá Íslandi. Þetta þó lítið magn í rauninni, þannig að við sem svo erum í þannig stöðu að við erum að búa til gott hráefni, það er eftirspurn eftir því og Frakkar og Belgar sérstaklega eru tilbúnir til að borga dýrum dómi fyrir íslenskan fisk og þar að leiðandi halda uppi lífskjörum á Íslandi. Ég tók dæmi hérna, ég man ekki á hverju vorum að tala um það, hérna að ég bjó skamma stund í París og það var mjög fín fiskbúð á horninu. Og þar sá maður eldislax frá hérna Noregi og við hliðina á var villtur þorskur frá Íslandi. Eldislaxin var tvöfalt dýrari. Og ég hef alltaf veltið fyrir mig, kannski hérna íslensku útgerðarmennirnir ekkert svo frábærir í því að markaðsetja þessa vöru, því að ég myndi halda að alls staðar vætti sko villibráðin að vera dýrari heldur en ég meina eldislax svona hálfgert sko kjúklinga svínakjöt sko. Já, einmitt, svo sem þetta eru fréttir, ég svo sem hérna hef ekki fylgst með verði á laxaflökum og þorskflökum í búðum í Frakklandi, þetta er hárið, þetta nú ef að satir þá er þetta athyglisvert, en ég held að sko hérna, já, markaðssetning á Íslandi, hún svo sem nú ekki sérfræðingur þeim málum, en ég held að ég veit hins vegar að norðmenn eru náttúrulega mjög framalega í markaðssetningu og á sínum þorskafurinn líka þessum vertíðar þorski sem þeir selja dýrum dómi, eru að telja fólki trúum að það sé besti fiskur í heimi og selja, já ég veit ekki hvað, 80% af sínu þorski selja bara nokkrum, bara yfir vertíðina og fá mjög hátt verð fyrir hann, þannig að þeir eru náttúrulega mjög glúrnir í markaðssetningu og ég er ekki nokkrum vafið það að ég held að sem nú kannski örugglega markaðssérfræðingar íslenskir örugglega sammála í því að það má örugglega gera mun betur í því að markaðssetja íslenskan þorsk og gera meira verðmæti úr honum, það er því sjálfur klart mál. Herðu, mér heyrist á þér, Úlfar, að þú sett eiginlega á því að það sé gott fyrir íslenska sjávarútveg og gott fyrir Ísland að gera samning við Evrópusambandið. Já, ég er nú búin að vera þeirra skoðunar lengi og ég hérna allavega skulum orða þannig að ég óttast ekki sjávarútvegskaflann við Evrópusambandið. Ég er sannfærður um það að ef, og ég ætla bara rétt að vona það að við höfum að vita á því að setja þessa samningaborðið og klára þessa viðræður, að kemur það bara í ljós hvað kemur út úr þeim og ég er fullur bjartsýn á það að við munum ná ásættanlegum og bara góðum samningi eins og ég segir fyrir íslenskan sjávarútveg vegna þess að ég ítreka það er ríkir skilningur á því að þetta er mikilvægt fyrir Ísland og það er með þess að sammikil skilningur að bæði diplomatar og stjórnmálamenn í Evrópu þeir vita það alveg að Ísland gengur ekkit í Evrópusambandið nema við fáum þokkalega góðan samning í sjávarútvegsmálum og rökin sem ég nefndi hérna áðan er til dæmis þau að já, í fyrsta lagi þá hefur ekkert ríki sótt aðild að Evrópusambandinu með það markmið að fá einhverja selvlausn í sjávarútvegsmálum. Við erum fyrsta þjóðin sem gera það. Það er einhver skilningur á því. Við erum með aðskilda fiskveiðilögsögu. Þannig að það eru öll teikn á loft það að við myndum fá samning. En ef að það er rétt hjá þér, af hverju eru þá hérna ráðamenn í íslensku sjávarútvegi á móti þessu? Já, það er önnur góð spurning og ég það er nú sjálfsagt einhver önnur ástæða held ég fyrir því heldur en svo að þeir óttist að við fáum ekki góðan samning. Það er einhver aðrir hagsmunir sem spila rullu þar. Þannig að ég er nokkuð viss það að menn, til dæmis öll þessi fyrirtæki, þeir hafa ágætis reynslu af því að starfa í Evrópu. Þeir eru með sölu samtök í Evrópu. Vinnslustöðin, öll þessi fyrirtæki eru með sölu samtök í Evrópu þar sem þeir eru að koma sínum afurðum á framfæri og gengur bara vel að selja og fá gott að vera fyrir og þannig ég held að menn kannski það er einhverja aðrir hagsmunir sem þar búa að baki að menn sé opinberlega á móti þessu. Hvað gæti það verið? Ég ætla nú ekki að tjá mig það eitt þér á þessum vettvangi kannski. En og eins og ég segi þetta, það myndi opnast gluggar fyrir aukna fyrir markað, tollar myndi falla niður, þannig að það myndi markaðsaðgengi myndi aukast og þetta er okkar mikilvægasti markaður
og hann verður það náttúrulega þrátt fyrir að aðrir markaðir eins og í Asíu og Bandaríkjunum séu fín viðbót að þá koma þeir aldrei í staðinu fyrir Evrópu, fyrir ferskvöru. Já. Herðu, komstu ekki bara í land í morgun eða í gæra? Kom bara í land í nótt og verið að fara á eftir. Og hvað okkur eftir svo stutt í? Það þarf bara þeir fiskar sem róa. Ég held að sjómenn mættu nú fá að vera í landi svona 1,5 sólarhring eða? Nei, það þarf ekkert að hvíla stálið sko. Það er bara áhafnaskipti og svo er bara farið. Já, og þú komst og ferð aftur? Já, ég fer aftur. Þetta taka þá aukatúra? Nei, við erum bara í viku túrum, þannig að ég fer bara nokkra túra. Já, og eru þið bara viku, er það fersku sko? Já. Þetta er ekki fyrstu þóri? Við erum bara að sækja rándýrt hráefni og gæða vöru sem fyrir beint á disk neytanda í Fraklandi. Mér var sagt að þegar ég var á sjó í Breiðafirði að þá að grænlandsþorskurinn væri öðruvísi. Hann var öðruvísi og lítinn, hann var mjórri og með voru að halda þig fram íslenski sjómenn að hann var ekki eins góður. Já, og þetta er nú sko grænlandsþorskur, hann getur nú verið bæði frá Vestur-Grænlandi og Austur-Grænlandi og við erum nú að veiða hérna bara á Dornbanka sem er rétt handan 200 mílna línuna bara við miðlínu milli Íslands og Grænlands og þetta er nú bara sambærilegur þorskur nema hvað þetta er náttúrulega stórþorskur eða svona stærri fiskur, kannski ekki eingöngu stórþorskur en samt svona fiskur. Þetta er grænlandsþorskur, þetta eru staðbundnir stofnar. Já, það er svo sem held ég deilda meiningar um það hversu staðbundnir eru og þannig laga séð að segja, jú, þeir eru staðbundin en það er nú samt alltaf eitthvað, það var náttúrulega að tala hérna í gamla daga um grænlandsgöngu sko, að þorski sem gekk upp í Víkurál á Vestfjörðum, djúpt út á Vestfjörðum en þessi þorskur náttúrulega er þarna í kantinum, djúpkantinum í Dornbanka og Víkurállin er svo hinum megin, Íslandsmegin og svo náttúrulega gengur hann upp á grunnið og þarna náttúrulega en ég hef nú smakkað hann að þorsk, mér finnst hann ekki verið öðruvísi sko, þetta sé nákvæmlega eins en þetta er... Við getum ekki sagt að þess að með lambakjötið að það sé einhvern veginn besta lambakjötið í heimi. Nei, en svo náttúrulega getur vel verið að sko, ég er nú að fara að væntanlega í sumar á Vestur-Grænland fara suður fyrir Hvarf og Vestur-Grænland og þar verður þorskurveitur þar og ég held að þorskur sé nú bara þetta alþjóða heiti kott, þetta er nú bara þessi sáþorskur er nú held ég sambarilegur Atlantshafsþorskurinn, þetta er Atlantshafsþorskur hann er nú alls það held ég eins meira og minna. Ég var þarna vertið þegar ég var í Breiðafirðinum að þá fiskaðist ekkert í firðinum og við fórum alveg á sko vertiðabátum langleiðin út í Víkurál sko, þannig að það var eitthvað gangar, þannig að mér minnir að hann hafi verið svona aðeins grænleitari og hann var aðeins mjórri, þetta sem var sagt að væri grænlands. Já, það getur vel verið. Ég var bara unglingur. Já, hann hefur bara verið svona... Tók því bara það sem hann hefur sagt, ég hafði ekkert vitað þessu. Þorskurinn hefur bara verið svona tónaður eftir sundið, yfir sundið. Já, ég veit það ekki. Herðu, gaman að fá þig, Úlfar, og gaman að fá mann sem að hefur þekking á stjórnmálafræði og sjómennsku. Takk fyrir það. Kæra þakkir. En við ætlum að halda hérna áfram að reyna að skilja hennar heim og samfélagið okkar og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik. Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.